Komið sæl, við erum með Vilhjálm Arnarsson sem skrifaði góða grein áhugaverða grein verðleikasamfélagið og kannski mýtuna það. Blessaði Vilhjálmur, takk fyrir að koma. Sæll, takk fyrir að bjóða mér. Hvað varst það að segja með þessari grein svona í gróðum dráttum? Sko, eins og ég segi náttúrulega skýrt, þá er ég að leggja út af bók sem heitir bara The Tyranny of Merit og mér fannst það mjög áhugaverð og sérstaklega sko vist megin kannski punkturinn vera minna á svona grundvallaræði sem ég hef reyndar sjálfur skrifað og talað að leið og við bara göngumst við þeirri staðreynd að samfélagið svona eins og samofin vefur þar sem að margir að leggja sitt að mörkum og gera þá einstaklingum kleift að ná einhverjum árangri og afköstum að þá grefur það mjög undan í rauninni allri einstaklingshyggju. Því að við verðum bara að horfast í augu við það að einstaklingarnir þeir komast hvorki löndin strönd nema á grundvelli þessa vefs sem skapar þeim skilyrði. Að hafa svona umhverfi sem getur virkilega og eiginlega sumir kannski haldaði fram með þess að frjálsvilji sé svolítið mikil mýta að við erum mjög mikið undir umhverfinu háð að komin. Já, ég myndi við erum mjög mikið undir umhverfinu komin og ég fór sjálfur að hugsa mikið þetta í kringum sko kvótakerfið. Mér finnst það rosalega sláandi þegar ákveður svona að sértaka einhvern veginn abstrakt þeirra sem sé útgerðarmannin eða skipseigandan sem að sko og ég hef skrifað litla grein þetta sko á sínum tíma og það sem að maður getur bara rakið það sko hvernig ég nú sjávarplássi og hvernig það bara einmitt samofin vefur þar sem að nánast allir leggja sitt að mörkum til þess að einn útgerðarmaður geti þrifist. Hann getur spilað heilmikið og gott hlutverk og ekkert að rífa hann niður sko, en hann stendur á herðum þessa fólks, verkafólksins í landi, húsmæðrana sem búa kallana út með nestið og kennarana sem hafa kennt í skólunum að við getum endalaust ræstingafólkið ekkert af þessu gæti gengi nema allir leggja sitt að mörkum og þetta svolítið svona rauði þráðunum finnst mér í þessari bók og sem þetta skrifað mjög skýrt inn í bandaríssamhengi það sem þetta kannski ennþá meira sláandi heldur en við þekkjum og það sem einstaklingshyggjan og þessi svona bandaríski draumurinn, ameríski draumurinn sem að tala töluvert sem að sko að suminleyti byggir á heillandi hugmynd. Það að segja að hver og einn á bara að komast eins langt eins og hann gemst í krafti sinna velleika og hæfileika og þetta hún heillandi andspænis svona sögulegum forréttinda hugsun þar sem menn komust áfram í krafti auðs og félagsauðs. Og eða sem sé bara fæddust með silfurskeið í munni. Já, sagt á einfaldan hátt. Akkurat, en þá kemur velleika hugsunin svolítið brýtur gegn því og segir nei, við erum bara leyfa öllum að njóta sína á grundvelli sína hæfileika og velleika og þetta reyndar ef maður fyrir að skoða svona orðræðu og þetta alveg rosalega rótgróið sko og hann skrifar svo skemmtilega Mikael Sandel sem samdi þessa bók hann vitnar mjög mikið í ræður bandaríkjaforseta. Obama til dæmis, alveg rauði þráðurinn hans málflutningi þetta sem sé þetta dessert, þessi hugsun velleikana. Og þetta hann náttúrulega svo mikill orator sko og þetta hljóma rosalega samfærandi hver og einn á bara geta risið upp úr öskustónni og orðið sem sé og raungert ameríska drauminn. Og allir eiga þessa möguleika en síðan sýnir tölfræðin eitthvað allt annað og þá það eru bara svo margháttu lífsskilyrði og slempilukka og bara arfgerð og alls konar hlutir sem að gera þetta kleift og þar með myndi ég ekki fara svo langt að segja já við erum ekki frjáls en frelsiðin sem er mjög temprað við erum alltaf að vinna úr einhverjum lífsskilyrðum við segjum þessi flotti málsháttur sko
hver sinna gæfusmiður, að vissuleita það rétt, en við erum alltaf að vinna úr einhverju efnivið, en efniviðurinn alls ekki okkar. Við þykjum hann sko úr öllum áttum. Þetta fer kannski sérstaklega að vera hættulegt eins og þú minnist á þessari grein þegar fólk telur sko að það hafi komist í það stöðu sem það komst í algjörlega út frá eigin verðleikum og þá hætt við því að það fari að hugsa aðra sem eru kannski ekki búin að ganga eins vel að þau eigi það skilið. Nákvæmlega. Þetta er stórt atriði sko að Sandel hreinlega færir rauk fyrir því að þetta sé skaðlegt á tvo vegu, bæði fyrir þá sem að virkilega taka þennan hugsunahátt og vinna samkvæmt honum. Það verði svona, þetta ali á svona hlutum sem við þekkjum úr samtímanum, svona kulnun og fullkomnun áráttu og þessi rosalega bara eilífa, bara lífsgæða kapplöp og svo náttúrulega hrokin sem getur fylgt þessu líka, svo vanþakklætið gagnvart í rauninni þessum skilurum sem hafa skapað þessa möguleika og ofmetnast bara í eigin krafti sko. Þetta allt saman, ég bara self-made man eins og þau segja sko. Það frábær bara ég dramba í eigin dygðum sko. og svo hinn bóginn einmitt að skömmin sem fylgir því að fara hallokkar sko. Og svo sem tapar, hann getur sjálfum sem kennt, að því leyti til þetta velleikarsamfélag miklu harðara heldur en gamla ættar og forréttindar eða sem sé lagskiptarsamfélagi það sem að bara hver og einn hafði meira sinn stað og gekkst við því vegna að núna sitja menn upp með að það hafa bara tapað og geta sjálfum sem kennt og fylla skömm. Já, í staðin fyrir kannski að fyllast reiði eða yfir óréttlætinu og vilja til þess að taka á svona samfélagslegu málunum og jafna aðeins út. Já, sú reiði hefur þó fundið sér þann farveg í Bandaríkjunum, hann nefnir sérstaklega Trump-fylgið sko og segir að við höfum allt of mikið bara í rauninni verið með þessa fordæmingu að þetta séu heimskur hvítur ruslaralýður og maður eru sjálfur talað svona stundum og óskaplega þetta fólk vitlaust að fylgja þessu manni og svona en sko þetta er svo gagnslaust. Það þarf að horfa á þessi félagslegu efnahagslegu skilyrði og menningarlegu skilyrði sem hafi rauninni skapað þennan jarðveg og hvernig óskapurinn getur svona maður svo Trump talað inn í svona aðstæður og fengi fjöldafylgi. Það er vegna að það er einhver jarðvegur sem þarf auðvitað að rýna í og reyna að öðla skilning á og Sandel segir velleika samfélagið er þarna eitt stór skýringa þáttur því að þetta fólk sem að þarna til dæmis hefur verið að tapa störfum vegna alþjóðavæðingarinnar og bara breyttra sem sé framleiðslu skilyrða í samfélaginu, menn að missa lífsviðurværi og svo heyra svo allan daginn þetta sko með þetta college sem sé háskólagráðuna sem lykil að lífsgæðunum og þá kemur þessi svona þessi ég kalla þetta bara öfundargremja sem öfundarhatur eiginlega, það er reiðin sem brýst út og þá gefa menn bara skíti í þetta kerfi, þessa elítu sem þið sjá, þessa háskólagengnu elítu sem og sem talar þannig að þið þurfi bara að hægt að vera heimskir og hægt að vera rasistar og fara bara í háskólana og reyna sko, og þeir sem að hafa velleikana til þess, þeir náði, hinn bara setja eftir og eiga það skilið og þetta náttúrulega hrikalegur og þetta svo bæði þetta mjög slæmur málflutningur og skapar vont samfélag, leið hann bara sko hugmyndafræðilegur í þeim skilningi, hann dregur dul yfir bara raunverulega skýringar á því sem að er og þess vegna finnst mér auðvitað mjög og mér finnst að kannski að Sandel dregur ekkit endilega, hann með mjög margar hugmyndir oft í þessari bók en ég held að við þurfum að draga og þess vegna kalla ég þetta jafnaðarstefnu, hann nefnir enga jafnaðarstefnu í sjálfur sér í þessari bók, hann svona kommunitarian eins og það heitir í stjórnmálaheimspeki og mínum viti hefur oft verið heldur svona íhaldssamur hugsuður en alltaf með samfélagið, alltaf við þurfum og sem auðvitað ekkert í augsýn mikið í Bandaríkjunum en miklu meiri augsýn svona hjá okkur á Norðurlöndum sérstaklega
ekkert endilega okkur en maður finnur það mikið samfónuð í Danmörku og Noregi. Svona á milli eitthvað staðar. Já, hann einhverstaðar á milli. Og ég held að ein ályktun sem við þurfum að draga af þessu sko er að við þurfum að ef við, sem sé, göngumst við þessari held ég réttu hugsun að samfélagið er vefur sem að skapar öllum skilyrði eða hugsanlega heldur þau niðri eftir hvernig vefurinn er ofinn. Og hvar þú ert í vefnum. Já, eftir hvar maður er í vefnum og hérna þá þurfum við að styrkja þessi almannagæði sem að fyrst og fremst kannski bindast í þessum kerfum sem við kennum við velferðarkerfi, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, þessi kerfi sem að skapa okkur öllum, hver svo sem við erum, þessi skilyrði til þess að vinna úr, sem sé til þess að móta líf okkar á sanngjarnan hátt. Og blómstra á einhvern hátt, einmitt. Já. En hvernig er það, veistu til að í akademíunni og í heimspekinni og stjórnmálafræði kannski og sálfræði það er verið að leita útskýringa á Trump fenomena einu. Hver eru helstu svona kenningarnar og útskýringarnar sem að vísindamenn og fræðimenn er að koma með þetta? Trump? Já, Trump fyrirbrigðið og fólki sem fylgir honum. Er eitthvað gert það? Komið? Sko, ég þekki það nú ekki nógu vel en ég hef nú haldið að svo miklu leyti sem að menn eru svona reyna að vera með svona skýringar á þessu sem er ekki bara einhvern veginn svona fordæmingar á þessari heimsku sem að auðvitað er hún líka, ég meina, og gríðarleg og auðvitað það skýringar sem að sér mikið eru auðvitað bara þessi óbáslega lygi og fölsun sem er í gangi í orðræðinu sem þarna er haldið á lofti af Trump og þá eru auðvitað, en hún myndi aldrei ná í gegn nema vegna þess að það er einhvers konar fáfræði grunnur sem að, og hann síðan, en sá það að maður spyrja, akkur er hann sko, og þá koma, sko þá þurfum við bara að horfa á þessar félagslegu aðstæður sem hafa verið að skapast á löngum tíma í bandarísku samfélagi. En ég hef ekki séð áður þetta svona sjónarhótt sem er svona kannski meira menningalegt og tengt gildismati sem að Sandel er að benda á, þessa verðleika hugsun, hún er svona skemmtilega kannski, já, hún er svo bundin gildismati og svona, já, eiginlega svona vissir siðferðilegri hugsun og hann segir að eitt sem er áhugavert hugtak í bókinni hjá hann sem hann kallaði dignity of work. Við þurfum að meta vinnu fólks meira en við gerum og beita þá í rauninni til dæmis ríkisvaldinu til þess að hins vegar að vera með, það er nótt talað að vera með hvata, sko, í rauninni að vera með, hvað er andstæðan við hvata? Að draga úr hvötum til þess til dæmis að í fjármálageiranum til dæmis þessu braski og spekulasjónum öllum sem í rauninni hlaða fjármunum upp í vissum hópum en skila engu eiginlegu samfélagslegu markmiðum. Þannig að hann vil beita svona skattakerfinu mjög bara skipulega til þess að skapa þessa hvata á hvata eða fráhrindingu. Hvata fráhrindingu. Já, og þarna held ég auðvitað að jafnaðarstefna sem að jafnaðarstefna hafi mjög mikið tækifæri og við eigum að vera auðvitað óhrætt að tala um ríkið, sko náttúrulega ríkið hefur einhvern veginn óorð á sér. Er það ekki? Sko, við erum sérstaklega kannski í Bandaríkjunum einmitt. Já, í Bandaríkjunum og skattar til dæmis en þetta er auðvitað okkar og þetta auðvitað getur hljóma hugmyndafræðilega líka eftir því hvernig ríkisvaldinu er háttað en í grunninn er í lýðræðisríki þá er ríki það tækið að heild þeirra stofnana sem við höfum úr að spila til þess að vinna almannagæðum framgang og við þessu verða náttúrulega svona jafnaða stjórnmál að gangast og nota ríkið skipulega í því skyni. Tryggja að fólk hafi svona það góða umhverfi sem getur gert þeim kleift til þess að finna góða vinnu og vera menntuð og allt það.
og kannski líka dreifa meira verðleikunum eins og ég sjá á þorpunum að fólk sé að fá kannski meiri peninga út úr því sem það hafa fyrir sér. Já, það eitt og svo einmitt og svo, síðan líka sko sem kannski svona gildismat og hvernig við tölum sko kannski vinnu að orðræðan oft og maður heyrir þetta líka í stjætta eða svo í launabaráttunni hún svo bundin við sko kaupmátt og en kaupmáttur þetta hugtak neytandans og það oft verið að hægri menn tala þetta líka sko að þeir vilja lækka skatta til þess að hver og einn geti verið svona umfangsmeiri neytandi, eða ekki? Jó, en Sandel með þessa svona meira klassískari hugmyndum vinnuna sem ekki sem sko grundvöll einkaneyslu heldur sem samfélagslegt framlag að við finnum öll og við þurfum að meta vinnuna sem þetta samfélagsframlag og þetta finnst mér mjög góð hugsun og ég held að ef við horfum bara á allar svona vinnandi stéttir þá sjáum við þetta félagslega mikilvægi og auðvitað ein leið til þess að viðurkenna það auðvitað peningaleg en hún þarf líka að vera svona kannski meira, hvað við segja, svona lýðræðislega, það er að segja að einhvern veginn að finna farvegi til þess að auka aðkomu og áhrif fólks á sinni samfélagsgerð og já, þannig að þetta eru mjög mörg svona skemmtileg verkefni sem fylgja. Já, sem hljómar og kannski tengist þess aðeins að undanfarnir áratugum hefur menntun verið metin alveg fáránlega mikið og kannski að iðnámið hafi svolítið fallið frá. Já, og þetta kannski tengist þess aðeins. Ég held það, alveg örugglega, að það þetta mat á sko og þarna held ég reyndar að bandarísku samfélag kannski skeri sig meira úr. Ég var að velta fyrir mér eftir einn munurinn á svona bandarísku og norrænu samfélagi að ég hef allavega ekki sko ég held að við upphefjum ekki með sama hætti svona háskóla gengnar stéttir eins og iðnaðarmenn oft, en það eitthvað í menntakerfinu, við höfum vanmetið sko starfsnám, iðnnám og það ákaflega gleðilegt að sjá hvað að verið núna stór aukast sko, eða ekki? Jú, það góða fréttir einmitt, það aukast mikið aðsóknin. Mjög mikil aðsókn. Það er velti fyrir sig hvort að fólk hafi verið svolítið feimið við að fara í þetta því að það var mikið fínt að var að talið að fá okkur háskólagráðu og svona sem svolítið svona skrítið sko af því að iðnnám, þetta er svo verklegt, þetta er svo praktískt og verða strax og ákveðin sköpun í því sko sem að og þarna svona í klassískri hugsun sko heimsbygginga þá margra þá var einmitt áhersla á það að menn ætti helst alltaf að tæmja sér einhverja eina list eða jafnframt því sem að menn tileinkuðu sér þessar svona klassísku menntun. Sko. Þekking á að leiða til einhvers konar aðgerða eða getu. Einmitt. Sem að þá svolítið þessi svona að þroska okkur sem heild, sko. Ekki bara hugan heldur höndina og þannig að við séum svona heilli einstaklingar. Og þetta finnst mér líka vera hugsun sem þyrfti að fá svona endurreisn. Það þýðir ekki að vera að mennta sig endalaust og geta síðan ekkert gert með menntununa. Ekki það að sé alltaf þannig, ég bara meina að það er gott að geta einhvern veginn átt að segja því hvernig maður ætlar að beita þekkingunni og vera gagnlegur og svona. En svo var ég aðeins hugsið svona, ef maður víkur að kannski sko að því hann talar svo mikið að meta vinnuna og meta framlagið og svona að þá velti maður fyrir sér hvað með sko hópa eins og sem að einfaldlega geti ekki unnið og hann ræðir það ekkert sko en það er líka mjög athyglisvert sko í velleikarsamfélaginu menna erfitt að alhæfa fatlaða en veist fólk sem kannski bara einhverjum ástæðum ófært að vinna og leggja fram sko, þá það bara við getum kallað bara virðing fyrir manneskjunni sem slíkri sko, alveg eiginlega óháð öllu framlagi og þar ég með, held ég mjög skemmtilega tilvittin í Pál, heitinn Skúla þetta lokreinarinnar hann einmitt talar svona sko, hann hélt erindi á málþingi fátækt fyrir löngu síðan 1986 held ég hafi verið
Og þá talar hann einmitt það sko að hann leggjast gegn þessari verðleikahugsun og segja hver eru verðleikar sko dópistans eða, ég menn hann notar ekki alveg svona sláandi orð kannski en sem sé, þú veist, fólk sem bara af einhverjum ástæðum, veikindum eða vangetu af einhverju tagi getur ekkert lagt að mörkum en við þurfum samt bara að meta það bara í sjálfu sér bara vegna þess að það manneskjur eins og við. Og það kannski þessi mýta verðleika samfélagi sem að stoppar okkur frá því að skilja kannski nægilega vel að þetta fólk sem lendi í ákveðnum aðstæðum og fættist inn í ákveðnar aðstæður að það bara endaði svona og við í sömu spórum hefum líklega gert það líka. Akkurat. Og einmitt að því orðaða þannig, það kveikir á því hjá mér að við höfum þá held ég þarna með tilvittin í Rawls líka, Rawls hefur náttúrulega alltaf verið þessi áhrifamikli stjórnmálaheimspekingur. Hann hefur gagnrýnt verðleika hugmyndina frá upphafi og hann sem sé bendir á það hvernig við höfum einmitt okkar svona velferðarkerfi hefur í rauninni kannski miðað við það að bæta eða komi vekk fyrir að fólk líði á mjög ósangjarnan hátt fyrir sem sé félagslegar eða heilsufarslegar aðstæður. Eitthvað sem þau stjórna ekki. Eitthvað sem þau stjórna ekki, en við höfum ekki tekið hina hliðina sem að segir að þeir sem að auðgast mikið, þeir gera það vegna einhvers svona slembilans og aðstæðina sem ekki undir þeim komið heldur, en við draugum ekki sjálfur sér samkvæmur álitinu af því. Nei, mitt. Þannig að hann þá með og þá hann að segja það er gott að menn hafi hvatt allt þess að fara í góð störf sem að gagna samfélaginu öllu, við skulum segja eins og við viljum hafa fært fólk í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu og eitthvað slíkt og þá það þurfa að vera ákveðnir hvatar kannski til fólk og það þýðir kannski einhvers konar ójöfnuð eða misskiptingu í tekjum en hún bara réttlætanleg að því marki sem hún gagnast þeim sem vestur settir. Þetta eiginlega grundvallar réttlætishugsunin hjá Rawls að enginn á í rauninni að auðgast í krafti einhvers konar hæfileika eða framlags nema að því marki sem að það stuðlar að því að bæta samfélagið í heild. Þetta er mjög áhugaverð hugsun og vinnur þá í rauninni gegn þessari dramphugsun ég bara hér vegna minna eiginleika og mér finnst það gaman þegar maður sér fólk sem hefur vegnað vel og auðgast eða náð mjög langt í listum eða eitthvað en uppfullt að þessari svona auðmýkt og þakklæti fyrir þessi skilyrði sem að það er mjög góður eiginleiki það er mjög það er það og eitthvað svona flott við það og þetta er kannski orðið svolítið öfgafullt þessi munur þegar að verðbréfasalinn sem að vinna 60 tíma viku og svo píparinn sem er líka að vinna 60 tíma viku en launamunurinn er kannski 300 faldur eða eitthvað. Það maður lítur að fara að spyrja sig þá að er þetta réttlætanlegt? Sérstaklega þegar það kostar það að þú getur vel ekki verið að reka almennilega velferðarkerfi. Nákvæmlega, já og svo má líka spyrja þó að það getur verið svolítið varasamt braut að ég meina verðbréfasalinn virkilega stuðla að einhverjum almanna gæðum sem píparinn er yfirleitt að gera. Já, mjög áræðilega. Pípurna virkaði gott mál, en verðbréfamaðurinn getur gert og þannig að þetta er svona jafnaðar hugsun. Já, og ég held að hann nefnir það, Sandel, þessi Michael Sandel sem er prófessor í Harvard og kennir þar stjórnmálaheimspeki og hann hefur verið mjög duglegur að skrifa hann skrifa mjög skýrt og læsilega bækur að hann nefnir dæmi það hvað svona jafnaðarmannaflokkar, hann nefnir Blair, hann nefnir Miss Schröder í Þýskalandi og gott ef ekki einhverja fleiri sem hafi í rauninni á vissuleyti gleymt þessari grundvallar hugsun jafnaðarstefnunar og yfirgefið hana og farið kannski úr í verðleika. Já, það er svona of mikið þessi svona gæla við markaðshyggjuna og markaðshyggjan, það er annars, hann hefur skrifað bók um markaðshyggju það sem að peninga geta ekki keypt, what money can't buy
og einmitt hvaða sko vandinn við markaðshyggjuna er í rauninni þessi alhæfing, sko, það eru vissir hlutir, markaðurinn gerir vissa hluti vel og við höfum kannski ekki betri tæki til að láta að gera vissa hluti, en þegar markaðurinn fer að teygja sig inn á svið þar sem hann í rauninni á ekki heima, að þá voðinn mís og þetta því leyti til svipa á svona tæknihyggja. Ég meina, tæknin er mjög gagnleg fyrir okkur til að ná tökum á vissum viðfangsefnum, en þegar við förum að hugsa bara tæknilega hluti sem eru sko pólitískir eða lýðræðislegir í eðli sínu, hann nefnir dæmið loftslagsmálin, sko, að sem að hann segir, sko, þegar menn vilja ekki eða efins aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum þá yfirleitt alltaf sjálfkrafa farið að segja, já, þetta sé vegna fáfræði eða vanþekkingar eða misskilnings á orsökum loftslagsvandans, en hann segja, það er ekkit endilega það getur líka verið bara vantraust á þessum stjórnvöldum sem að búið að myndast yfir áratugina. Já, og ætla að beita einhverjum tæknilausnum til þess að og vegna þess að þá vantar þessa lýðræðislegu umræðu sem að þá skapar traust og samstöðu aðgerðirnar og skilning á því af hverju þeir eru þörf. Veistu hvort það ekki eiginlega, mér skilst það allavega þessi orðið eiginlega bara svona þannig sé vísindarlega sannað að velferðarkerfi skila mjög góðum afköstum, eins langt og það nær, sko, en ef þú tryggir eins og þú getur með skattkerfinu og fjármagnið að fólk hafi í sig og á og hafi tækifæri og menntun og svona, þá bara ganga hlutinni betur. Það er minni glæpir og minni tókstreita og ofbeldi. Algjörlega og það er líka til mjög merkar skýrslur eins og skýrsla Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sem heitir Social Determinants of Health, heitir hún. Félagslega áhrifavalda heilbrigðis að lang öflugasta leiðin til þess að efla sko almenna heilbrigði er jöfnuður, bara aukin félagslegur jöfnuður og þar á meðal aukin menntun og þannig að það eru svo gríðarlega mörg bara reynslurök fyrir því að jafnaðarstefnan sko bæti mannlífið og í svo mörgu tilliti, sko. En svo hverfum við alltaf í þessa góðsögn einhvern veginn sem einstaklingshyggjunni fylgir og er kannski einhver leyti svona heillandi hugsun, þess að, eða hvað? Ég má þetta. Það er og það er eitt þarna sem mér finnst, sko, sem mér finnst kannski snúnast í þessu. Þú nefndir nú áðan, sko, frelsi viljans sem er svona, það er auðvitað mjög snúið, þetta með frelsið og ég held að við eigum ekki að fórna, sko, ég held að við eigum ekki að, sko, segja jöfnuð versus frelsi, það er ákveðin spenna þarna á milli, ég held að hún sé skapandi og það að skapa öllum svona góð lífsskilyrði, það eykur frelsið á endanum, sko, og svo, en það er meira ábyrgðin, sko, það er þetta, sko, það er held ég það sem vefst rosalega fyrir mönnum og hefur í gegnum tíðina verið svolítið, sko, til dæmis bara í gegnum sögu velferðarkerfisins þá hefur oft verið reynt að gera greinarmun á hinum verðugu og óverðugu. Það er að segja að það er fólk sem vegna slysa eða fötlunar eða mikilla óhappa á algjörlega skilið að samfélagi hjálpi þeim, en svo er bara aðrir sem eru bara bóheimar og letingjar. Þú veist, að þetta sem að, sko, sem er alltaf svolítið snúið og að sumi beri ábyrgð, sko, á því að hafa tapað, eða hvaða orðið notum, að fara halloka og vera fátækir og aðrir sem að hafa algjörlega bara sem sé geta ekkert við því gert. Og þarna er einhver greinarmunur sem að, og ég held að sem mjög hættulegt að gera hann, sko, í grunninn. Það er að segja, ég held að þess vegna held ég verðum að tala, sko, við megum ekki, ég held að við megum ekki að fórna öllum eða henda allri verðleika hugsun út gluggann. Nei. Við þurfum að bara hugsa það í vissu samhengi. Því að sko, en alls ekki í grundvelli samfélagsins. Þar erum við bara í krafti þess að við erum
fólk og samborgarar og meðbræður og meðsystur, þá eigum við að hafa algjörlega sko siðferðilega jöfnun. Það engin hærra settur öðrum og við verum að skapa öllum grundvallar skilyrði. En svo náttúrulega til dæmis bara sem kennari, ef ég að meta fólk og það nú alltaf lagt á mann að gefa einhverjar einkunnir eða eitthvað sko, að þá auðvitað verður maður að taka tillit til þess hverjir hafa lagt sig fram og hverjir ekki og það einhver verðleika hugsun sem lifir í vissum geirum sko. Já. Og en hún alltaf vand með farin og við þurfum alltaf að vera á varbergi sko, því að og ekki til dæmis að og það eru líka skýringar oft á endanum á það sem við köllum sko leti. Það nú eitt sem að svolítið verið að grínast með í dag það ekki að það megi helst ekki nota orðið svona lesti eins og leti og þetta sé allt orðið einhver heilkenn eða svona einhvers konar svona bara, hvað það? ADHD eða eitthvað, eða hvað, ég veit að það ekki leti en einhver raskani sem alveg mikið til í skilst mér úr sálfræðinni að leti kannski bara kvíði það nefnilega það sko, þetta svo vand með farið sko, að einhvers konar sko einhvers konar svona móralis eða siðferðileg fordæming sem sko hluta sem á endanum eru kannski sko sjúkdómseinkenni eða afleiðing einhvers konar áfalla eða hvað það en leið þá viljum við ekki sko held ég smætta algjörlega þess siðferðilega tungutak bara niður í einhverja skýringar sko, orsakaskýringar. Ég held að við þurfum að halda okkar samfélag eins og réttaríkið og einhver leiti bara okkar bara siðferðilega orðræða og okkar á milli mannskilningur, hann gerir ráð fyrir einhvers konar frelsi og ábyrgð og ég held að það væri mjög afdrifandi skref að kasta þið fyrir róða sko. Það líta það svo á að enginn sem frjálsan vilja og það sé allt bara eftir því hvernig umhverfið og þannig að það of langt gengið. Og þá held ég að við bjóðum heim sko einhvers konar sko algjöru tækniræði. Það að segja, þá bara komum við með svona einhverja sko nánast þá viljum við bara fyrir að reka samfélagi kannski bara eins og eitthvað öflugt fyrirtæki vegna þess að við þurfum bara sko að það þarf ekki að leiða saman fólk í einhverju rökræðu eða samræðu samfélagsskipanina vegna þess að þetta snýst bara aðstæðunar og að gera bara að haga þeim nógu vel þá mun allt vaksa úr rasi sko. Það einhverja svona teknikratíska svona bara alræðistjórn sem að það ákveðin hætti í því held ég sko og einhvers konar sem kallað félagsverkfræði, social engineering að það þurfi bara svona og þannig þetta kom alveg svona grundvallar spurninga þarna sko sem að því að fara ekki of langt í sko í þessari velleikahugsun og mannamun og öllu því, en ekki síðan heldur alveg yfir í sko bara að allir séu bara afurð aðstæðna Algjörlega, það var of langt gengið. Já, ég held að það sé varasamt. Það var eitthvað smá jávægi á þessu. Já, einmitt. Og nákvæmlega hvar við finnum það er auðvitað alltaf bara, held ég, samhengisbundið, bara eða verk, já, bara það er ekki hægt að tala um það í einhverju allsherjar, ég held við erum alltaf að gera það í einhverjum tilteknum aðstæðum og verkefnum. Vilhjálmur Arnarsson, takk hérlega fyrir mjög áhugavert spjall.